Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. júní er fyrsti sunnudagur eftir þrenningarhátíð og sjómannadagurinn. Innilega til hamingju með daginn sjómenn. Í lektíunni erum við hvött til að þakka Guði því hann sé góður og miskunn hans vari að eilífu. Í pistlinum lendir Páll í sjóhrakningum og í Guðspjallinu stillir Jesús storminn. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap pistillinn færir okkur en hann er úr Postulasögunni 27. kafla. Nú rann á hægur sunnan vindur. Hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, léttu akkjarum og sigldu fram með Krít nærri landi. En áður en langt leið skall á af landi ofan fárviðri hinn illræmdi landnyrðingur. Skipið hrakti og varð því ekki beitt upp í vindinn. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll von að við kæmumst af. Nú höfðu menn lengi einskis matar neytt, þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti: Góðir menn, þið hefðu átt að hlíta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þið komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég ykkur til að vera vonglaðir því enginn ykkar mun lífi týna en skipið mun farast. Því að á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti: Óttast þú eigi Páll, fyrir keisarann átt þú að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem eru þér samskipa. Verið því vongóðir, góði menn, ég treysti Guði að svo muni fara með mig sem verið hefur mælt. Okkur mun bera upp á einhverja eyju. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, í dag er sjómannadagurinn og textar dagsins fjalla ferðalög á sjó. Það stytti mönnum vegalengdir og sparaði tíma á tímum Jesú að geta siglt yfir vötn og yfir Miðjarðarhafið. En þó hafflöturinn sé spegilsléttur og saklaus í góðu veðri, þá er hann hin versta ógn og skaðræði í fárviðri. Náttúruöflin getur enginn maður hamið. Í Guðspjallinu svaf Jesús í bátnum en lærisveinarnir urðu hræddir. Þeir þekktu vatnið sem þeir voru á, Galíleuvatn. Það var þekkt fyrir skyndilega og ofsafengna storma. Og íslenskir sjómenn þekkja hinn ógurlegu öfl í himinháum öldum úthafsins og baráttan er hálfu verri í kulda og myrkri. Ég ætla að lesa fyrir ykkur bréf sem langafi minn Jóhann Tryggvi Þorvaldsson frá Árbakka og Árskógsströnd sendi langömmu minni Hallfríði Jóhannsdóttur. Hann segir ekki í bréfinu á hvaða skipi hann en bréfið er svona. Staddur á Raufarhöfn á 2. páskum 1903. Hjartkæra vina mín, elskaða eiginkona. Af því að við höfum von að geta komið bréfi með Mjölni, þá langar mig til að senda þér nokkrar línur. Eiga sérstaklega að tilkynna þér verustað okkar nú sem stendur. Einnig ætla ég að geta hér lítilega hvað á dagana hefur drifið síðan við fórum að heiman. Það er þá fyrst að geta að daginn eftir að við sigldum út af Eyjafirði brast hann á með ofsa veður vestan og hann skrifa rok í sviga, svo að ekki var hægt að ráða við neitt. Ætluðum við þá að komast að Grímsey, en gátum það ekki sérstakra orsaka vegna.
Var þá rennt út stjórafærinu og látið drífa undan sjó og vindi því að ekki var annað að gjöra þar til komið var undir kvöld. Þá fór að minnka rokið svo við gátum farið að nota segl. Héldum okkur við með litlum seglum og það einhver svo óskemmtilegri nótt sem ég hef lifað. Grenjandi hríð með hörku frosti svo að allt varð sívallt af klaka. Morguninn sáum við Djarfa fyrir landi og vorum þá komnir austur undir sléttu. Var þá farið að lensa undan og átti að taka Raufarhöfn. Þá óx hríðin og drifið svo að ekki var hægt að komast þangað. Sérstaklega fyrir þá orsök að allir á skipinu voru hér ókunnugir, en mjög vandratað inn í höfnina. Fékk ég þá að sjá kvikur ég hef á allri minni ævi aldrei séð svo stórar. Var svo lensað alla leið austur fyrir Langanes. Þá fór loksins að birta hríðina. Ætluðum við að ná þar höfn en þá fór að gráða suðaustan svo að við héldum strax tilbaka eftir að hafa dvalið þar nóttina og höfðum okkur hingað á Raufarhöfn og hann skrifar í sviga: Raufarhöfn að austanverðu á sléttunni. Við erum búnir að koma í land og kynna okkur fólkið, það mjög alúðlegt og jafnvel gestrisið. Hér verslunarstaður og eiga þá verslun 2 bræður, synir Einars á Hraunum. Við heimsóttum þá daginn eftir að við komum hingað og tóku þeir mjög vel á móti okkur. Sölvi þekkti þá vel síðan hann var í Fljótum þeim þá samtíða. Þeir hafa mjög litlar vörur nú sem stendur en eiga von á þeim með Mjölni núna í vikunni. Ætlum við þá að nota tækifæri og senda ykkur línur, Valdimar og ég. Ef skekynni að hann, það Mjölnir, kæmist alla leið til Eyjafjarðar, þá hef ég von að þessar línur komist til þín. Hér á höfninni liggur hákallaskipið Brúni. Hann hleypti einnig austur fyrir Langanes í þessum vestan hvelli en kom svo hingað á eftir okkur inn í höfnina og liggur rétt hjá okkur. Fleiri skip vitum við ekki til að séu hér fyrir austan. Við búumst við að liggja hér þar til eitthvað skiptir tíð. Því höfnin mjög góð og skipum hér óhætt í öllum áttum að ég held, nærri hvað sem á gengur, en hvort þú heldur að samviska mín sé róleg þegar ég hugsa til þess, ef allt fyllist með ís, eins og nú helst útlit fyrir, því ætla ég ekki að lýsa fyrir þér. Ég ætla að reyna að gjöra mig svo rólegan sem ég get í þeirri von, að það rætist þá vel fram úr á endanum og að við fáum að sjást aftur öll lifandi. Stebbi og Þórsteinn biðja þig að flytja kveðju til konanna þeirra og segja þeim ástand okkar og skrifa langsum meðfram bréfinu. Sölvi biður þig að flytja kveðju sína til Guðríðar konu sinnar og segja henni ástand okkar. Nú held ég að fara að smækka fréttir. Þó má geta þess að á föstudaginn langa var messað á Ásmundarstöðum sem næsti bær hér frá og fórum við til kirkju, 3 af Víkingi og 4 af Brúna. Og þótti okkur það skemmtilegt. Fólkið á bænum var ákaflega þægilegt og trakteraði okkur á sætu kaffi og mjólk að drekka. Presturinn var þægilegur en ekki hvað mikið að honum í kirkjunni. Nú ætla ég að víkja mér til litlu strákana minna og biðja þig að kissa þá innilega fyrir mig og segja þeim að sjái ég þá lifandi aftur. Skuli ég gefa þeim brauð og sykur. Sömuleiðis Snjóku mína.
Að endingu kveð ég þig, elskaða vina mín, og kyssi í anda brennheitum kossi og bið almáttugan Guð sem öllu ræður að styrkja og varðveita þig og ykkur öll og gefa þér þrek og þolinmæði til að standast hið mótdræga sem að höndum ber. Þess óska ég af hug og hjarta, þinn eigin maður til dauðans, Jóhann Tryggvi Þorvaldsson frá Árbakka. Og langsum á þessari síðu er skrifað: ég bið innilega heilsa að krossum, sérstaklega mömmu minni. Já, langafi minn skrifar í mikilli óvissu, bæði hvort bréfið komist til skila og hvort hann komist lifandi heim úr þessari ferð. Jú, hann komst heim úr þessari ferð. Hann og Hallfríður langamma mín áttu þessa 2 syni og einu dóttur sem eru nefnd í bréfinu. Annar sonurinn Egill varð hákallaskipstjóri, hinn er Freymóður sem tók sér listanafnið 12. september og svo var það amma mín, Snjólaug, sem hann kallar Snjóku í bréfinu. Bréfið skrifaði hann 1903 og var sennilega skipverji á Víkingi. En 7 árum seinna, eða 15. júlí 1910, birtist eftirfarandi frétt í Þjóðólfi undir fyrirsögninni Skipstapi. Nú þykja komnar fullar sannanir fyrir því að hákallaskipið Kerstíne í eign Gránufélagsins á Oddeyri hafi farist í vor og er talið víst að það hafi skeð í mikla veðrinu 7. júní þegar Hektor á Siglufirði var nærri farinn en 2 menn af því skipi drukknuðu. Skipsbátur Kerstíne hefur fundist, þó eitthvað dálítið brotinn. 12 menn voru á skipinu og voru þeir taldir upp í þessari frétt og á meðal þeirra var langafi minn, Jóhann Tryggvi Þorvaldsson. Í dag er 7. júní og því 116 ár frá því talið er að hann hafi farist. Í dag býður tæknin sjómönnum upp á góðar veðurspár, betra vinnuumhverfi, meira frí, betra samband við fjölskylduna og öruggari skip fyrir utan meiri þægindi borð. En eitt breytist aldrei. Sjómenn allra tíma þekkja fyrirvara litlar sviptingar í veðri, hinn ógurlega kraft hafsins, himinháar öldur og brotsjói, og þeir þekkja eigin vanmátt gegn þessum náttúruöflum. Í þessum aðstæðum vilja menn allra síst missa stjórnina. Þó skipin hafi stækkað, veðurspár séu nákvæmari, siglingatæki öruggari og tryggara samband við önnur skip og við land, þá verður hafið jafn úfið og áður og öldurnar geta orðið sem himinhá fjöll. Í slíkum veðurofsa hafa í gegnum aldirnar mörg skip farist kringum landið, farist með manni og mús eins og sagt er. Í erfiðum aðstæðum, hvar sem við erum stödd í lífsins ólgu sjó, þá er mikilvægt að gefast ekki upp, halda í vonina, hversu lítil sem hún er, því að hún getur leitt af sér stóra sigra. Já, í dag er hátíðisdagur sjómanna og við fögnum með þeim og fjölskyldum þeirra. Þó dagurinn sé dagur fagnaðar, gleði og samstöðu, þá er hann einnig minningardagur þá sem hafa farist í hafi og þeirra sem eiga sárt að binda. Og allt land er hefð fyrir því að leggja blómsveig við minnisvarða sjómanna þeim til heiðurs. Þeir hvíli í friði, blessuð sé minning þeirra. Drottinn blessi þig og varðveiti þig,
Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.